Komið sæl. Það kannski svolítið skrítin yfirskrift á þessu vídeói og kannski skrítið að ég sem prestur sé að gefa ykkur ástæðu til þess að trúa ekki á Jesú. En yfirskriftin samt sönn. Ef að Jesú reis ekki upp frá dauðum, þá ættirðu ekki að trúa á hann. Og þetta hlutur sem að Biblían sjálf talar Páll postuli skrifa til safnaðarins í Korintu í fyrra bréfinu sínu í 15. kafla. Ég ætla að lesa fyrir ykkur. Þetta hérna frá 17. versi. En ef Kristur ekki upprisinn, trú yðar fánýt. Þér eru þá enn í syndum yðar. Og þá eru einnig þeir sem sofnaðir eru í trú á Krist glataðir. Ef von vor til Krist nær aðeins til þessa lífs, þá erum við umkunnaverðastir allra manna. Það sem Páll postuli að tala það að sannleiksgildi kristinna trúar grundvallar atriði fyrir hana. Ef að kristin trú ekki sönn, þá hún einskis virði. Það bara ef að trúin sönn sem hún einhvers virði og maður ætti að fylgja henni og trúa á Krist. Nú fyrir þessum kafla þá talar einmitt Páll líka hvers vegna maður ætti að taka kristna trú sem trúverðuga. Og hann talar Krist sem dáinn og risin aftur upp frá dauðum og að það eru sjónarvottar af hinum upprisna Kristi, þeir sem hafa séðan, sem hann hefur byrt sig fyrir. Og þar á meðal eru náttúrulega postularnir 12, það búið að skipta út Júdasi fyrir Mattías og hann orðinn einn af postulurum, þessir 12, þeir hafa séð hinn upprisna Krist. Þar að auki eru þá meir en 500 manns aðrir sem hafa séð hann og að lokum Páll postuli sjálfur. Þannig að allir þessir eru sjónarvottar af hinum upprisna Kristi og geta vitnað að ég var þarna, ég sá hann, ég heyrði hann tala og ég ber þess vitni. Og það þessi vitnisburður sjónarvottana sem að gerir trúna á Krist trúverðuga. Nú að auki má bæta við því að postularnir sem voru þessi sérstöku vitni, sérstöku sjónarvottnar hinn upprisna Krist. Nú þeir þurftu allir að láta lífið sitt fyrir þennan vitnisburð, allir nema kannski Jóhannes. Allir hefðu getað sloppið við það að láta lífið sitt ef þeir hefðu bara játað alla mögulega aðra guði eða gengið í burtu frá trú sinni á Krist. Afneita þeirri trú, þá hefðu þeir geta gengið aftur inn í samfélag Rómverja og verið óhultir. Það hefði ekki verið neitt mál og við höfum margar sögur af því hvernig kristnir menn á tímum frumkirkjunnar voru hvattir til þess að afneita Kristi eða til þess að játa aðra guði til þess að sleppa við pyntingar og dauða. En þeir gerðu það ekki. Og það enginn sem gerir svoleiðis nema hann hafi í raunverulega sannfæringu það sem hann vitnar og það sem hann stendur fyrir. Og postularnir þeir létu líf sitt fyrir þennan vitnisburðin að Jesú risinn upp frá dauðum og hann lifir enn í dag. Það það sem að kirkjan byggð á, það þessi vitnisburður postularna, bæði upprisu Krists og allt það sem hann kenndi þeim, allt það sem hann kenndi þeim að halda.